Hvernig ætli sé að eiga land að Kirkjufelli, einu vinsælasta fjalli heims? Við fengum að forvitnast aðeins það. Segið mér, þið eigi jörð hérna alveg við rætur Kirkjufells. Já. Kirkjufell nú talið eitt af fallegustu fjöllum heims. Hvernig að vera hérna alveg við rætur þess? Það bara mjög gott. Það mjög gott að vera hérna Já. Og við finnum svona lítið fyrir þetta að segja eitthvað fallegasta landið eða fallegasta fjallið. En þetta orðið mjög vinsælt núna og hefur aukist. Það er svo margir sem fara hér upp. Ótal margir. Já, sem fara upp á kirkju. Ég var nú einu sinni nokkur á sko að fara með fólk upp á fellið. Já. Það gekk nú svona bara, það er náttúrulega vest að komast niður aftur. Það var verra. Já, fólk þarf nefnilega, það má ekki leggja upp í för eitt. Þetta er hættulegt fjall. Það er það. Kirkjufelli er ekkert leikur. Það er ekkert leikur. Það eru margir sem að fara bara upp, bara einhvern veginn og einhvern tíman og ánleiðsagnar og það er ekki gott heldur, ekki fyrir fjallið heldur. Þið kaupið sér þessa jörð bara í einhverju bríjari? Við kaupum þessa jörð bara í einhverju bríjari, sko. 82, sko. Já. 8 mína kindur og Við vorum með fjö hérna sko áður sko þegar við fluttum hérna. Já. Við vorum búskap sko. Við erum bara hættið, við erum bara með fullorðin og eigum bara hérna 10 hænur og einhverja 3 geitur bara svona til að vakna til á mótana og gera eitthvað. En varðandi fjallið og varðandi þessa jörð, þá er fjallið það hefur náttúrulega aukist vinsældir þess mjög eftir þess að ferðamannastraumurinn jókst og það er svo sem engin manndómsvígsla að komast hérna upp á Kirkjufell. Þetta er bara hættulegt. Og eiga fjall eða eiga hluti í þessu fjalli, þetta eru bara hlutur sem við eigum, eiga hluti í þessu fjalli, það er líka, kostar líka að það þarf að verja það. Já. Hvernig gerið þið það? Það þarf að verja það og fólk er að koma hérna og það er kannski allt annað þó að fólk komi hérna á eitt par og eitthvað og labbi upp á Kirkjufell til að kyssast, það gerir ekki til, en það er verra þegar að hérna kemur hérna rúta sko og það sé búið að selja hérna einhver ferðarskristof sem búið að selja hérna 40 manns að labbi upp á Kirkjufell. Það á ekki að vera í boði og það er ekki í boði. Það er grunnur jarðvegur í þessu felli og það sér fljótt á því, mjög. Þannig að þið eru að reyna að taka ykkur saman sem eigið land hérna að fjallinu að koma þessu í eitthvað gott horf. Reyna að koma þessu í eitthvað gott horf og reyna að koma þessu í eitthvað horf sko. Og það er náttúrulega, ferðamaðurinn er kominn og hann er kominn til að vera og hann vil náttúrulega eitthvað sjá og eitthvað gera og allt í lagi með það. En við þurfum líka að verja landið okkar svolítið en þeir sem hafa svo sem reynt það, þeir hafa líka fengið bátt fyrir það sko. Það þarf að passa umhverfið, það passa öryggið, en við passum ekkert öryggið. Ef fólk kemur hérna og fer hérna upp þá er það bara á þess ábyrgð. Þið hefði ekkert átt að vona þessu, þegar þið kaupið hvað segið, 82, já, þið hefði ekkert vonað þessu mikla áhuga ferðamenn á fjallinu. Nei. En það er líka sko að það er náttúrulega verið að senda myndir og það er verið að pósta myndum út allt af einhverju sumarnótt sem er svo rosalega fallið upp á Kirkjufelli og það er verið að pósta því út allt og þetta náttúrulega er fólk að sjá og það heldur þetta sé voðalega auðvelt en það er ekkert endilega auðvelt og eins og ég sagði, Kirkjufelli er ekkert leikföng og það á ekkert að vera neitt leikföng. Oh, a newspaperman meets such interesting people. He knows the lowdown now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some charming people I have known. For I meet politicians and grafters by the score, killers plain and fancy, it's really quite a bore. Oh, a newspaperman meets such interesting people.